Velkomin í þáttinn. Í dag erum við að reynslaka Range Rover Sport PHEV P460e. Eða í mjög stuttu máli, þá bíllinn tengiltvinn. Spurningin sem við ætlum að svara í dag mjög einföld. Þetta besti tengiltvinn bíl sem að framleiddur hefur verið? Það vill oft loða við svona tengiltvinn bíla að drægnin á rafhlöðinni einni sér of lítil. Ég átti einu sinni Mitsubishi Outlander og dreif hann einhverja 20 km plus mínus við bestu mögulegu aðstæður. Tímanir hafa samt breyst og hafa bílaframleiðendur bætt rosalega miklu úr því hversu langt þessar rafhlöður geta dregið. BMW X5 getur dregið eitthvað rúma 8-10, nýji Mercedes-Benz GLE, hann getur dregið plus mínus 100 km, Volvo XC90 getur líka dregið eitthvað á milli 80-90 km, en þessi Range Rover Sport, hann getur dregið 122 km á rafhlöðinni einni saman. 122 km, það algjör leikbreytir. Það örugglega bara tvisvar í vinnuna fram og tilbaka bara á rafmagni án þess að þurfa að hlaða hann á hverju kvöldi. Hérna sjáu þið svo hjarta bílsins, eða þið sjáu náttúrulega ekki neitt út í að risa plastlíf yfir öllu eins og á öllum nútíma bílum nú til dags. En undir þessari plastlíf finnur þú 3 lítra inline 6 cylindra bensínvél. Á þessari bensínvél eru 2 túrbínur og alls konar batterídót sem að gefur bílnum 460 hestöfl. Ergo bíllinn P460e. Nafnið á bílnum eða númerið á honum gefur til kynna hversu mörg hestöflin eru. Og svo hefur hann einhver 660 Nm af togi að gefa líka. Þegar maður keyrir þá eyðir maður mjög miklum tíma með hendur á stýri. Þess vegna mjög mikilvægt hvernig stýrið viðkomu. Þetta alvöru stýri. Það gott að halda í þetta stýri. Ökumannsrýmið í þessum bíl eitt af mínum allra uppáhalds. Það eitthvað hvernig lúxusinn vefst utan hann. Hann jú matt svartur á utan og þess vegna óbóðslega nett að kúpla það saman við þetta ljósbrúna leður. Það óbóðslega góð lyktin í þessum bíl. Að setjast inn í þennan bíl, þú myndir halda að þú værir að setjast í einhverja hestamannabúð sem að selur hnakka og beisli og svoleiðis. Það þessi yndislega leðurlykt. Þessi tiltekni bíl, hann með svokallað satínfilmu yfir lakkinu, þannig að hann lítur út fyrir að vera algjörlega mattur. Einnig hjálpar þessi filma að venda bílinn fyrir alls konar grjót og steinkasti sem hrjáir okkur Íslendinga cirka 9 mánuði ársins. Ég hef ekki alltaf verið sérstakur aðdáandi því þegar bílar eru svona algjörlega blacked out, en haltu mér fast hvað þessi Range Rover Sport berða vel. Það jú ástæða fyrir því að Range Rover Sport geitinn þegar kemur að því að framleiða svona luxus SUV bíla úr efstu hillu. Þessi bíl jú að keppa við BMW X5, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLE og svo framvegis. En hvað mér varðar, þá Range Rover Sport, hann geitinn. Hann getur þetta best út af því að hann líka hæfur utanvegar. Bíllinn, eða gírkassinn réttara sagt, kemur með lágdrifi. Svo kemur hann líka með 2 læsalegum mismunadrifum. Svo hækkanleg og lækkanleg loftbúafjöðrun og þegar þú búin að hækka bílinn alveg upp í topp eins átt og hann kemst, þá 274 mm frá bíl niður í jörð. Fjöðrun í þessum bíl einstaklega góð, bara eins og við að búast af Range Rover. Þessi bíl með svokallað 6D Dynamic fjöðrun og það bara rosa fancy leið að segja að fjöðrun í þessum bíl óbóðslega góð. Hann jú aðeins stífari og kannski ögnhastari en stóri bróðir Range Rover, en þetta jú sportútgáfan þannig að eðlilega hann aðeins stífari. Samt þessi bíl auðvitað ekki eitthvað svona stífur og mælikvarða við eitthvað sportbíl eða neitt svoleiðis. En þið sjáið hérna þegar ég að keyra gegnum hringtorg að þá hann svona pínu þungur í toppinn. Maður vaggar pínu fram og tilbaka. En það allt í lagi. Þetta stór bíl þannig að það kannski ekki við öðru að búast. Að setja aftur í þessum bíl einstaklega fínt. Hérna hellingur af plássi fyrir hné, fullt af plássi frá skalla upp í þaki. Hann kemur með þessu óbúðslega fallega og stóra panoramaþaki. Það hiti í aftursætunum. Hann kemur með sætisbaki sem hægt að leggja aftur. Smáatriði hérna aftur í sem að vekur mikla athygli á mér. Það hérna haldifangið eða handfangið. Það sterk byggt og flott. Svo svona hangi hérna til að hengja jakkaðinn. Svo mér líka lesljós. Það ekki hverjum degi sem að mér finnst hanskahólf sérstaklega merkileg. En þetta hanskahólf finnst mér einstaklega smekklegt og vel smíðað. Það 2 takar. Ítir hérna og þú opnar hanskahólfið að neðan. Svo ítir á hinn takkan og þú opnar hanskahólfið ofan. Og sjá. Það hanskar í hanskahólfinu. Svo getur þessi luxusbíl líka vaðið eitthvað 82 cm og svo hann líka með eitthvað sem heitir torque vectoring.
Það þýðir í örstuttu máli að ef að þú ert að fara í einhverja krappa beygju að þá getur bíllinn ákvarðað það að gefa meiri kraft í ytra hjólið. Það er að segja hjólið sem þarf að fara lengri vegalengd. Einnig þýðir að það ef þú ert að fara utan vegar að þá getur bíllinn líka ákvarðað það að gefa meiri kraft í það hjól sem að hefur meira grip. Þetta er eitt af mörgum hlutum sem getur montaði af þegar þú ert á gólfvelli með félögunum þínum. Bíllinn minn er með torque vectoring. Bíllinn minn getur vaðið 90 cm í vatni. Vegna löggjafar frá Evrópusambandinu að þá neyðast bílaframleiðendur í dag til að bæta við alls konar viðvörunarkerfum og þessi viðvörunarkerfi þau bípa á mann hægri vinstri í tíma og ótíma. Það virðist orðið svona keppni á milli bílaframleiðenda að gera eins auðvelt og hægt er að slökkva á þessum kerfum og ég kann að meta þessa keppni. Range Rover eru mjög framalega í þessu af því að þú heldur bara þessum takka hérna inn á stýrinu og þá kemur hérna upp í afþreyingarkerfinu stilling þar sem þú velur ætlar að hafa allt í hvínandi spani þannig að hann bípi á þig eða ætlar að velja það sjálfur, viltu kannski hafa hraðatakmörkin eða leinasystið á eða viltu bara slökkva á þessu gjörsamlega. Afþreyingarkerfið í þessum bíl er líka stórkostlegt. Þetta er eitt af mínum allra uppáhalds afþreyingarkerfum. Ástæðan fyrir því er það hvernig það lítur út. Það hæfir bílnum svo vel. Það er mjög fancy. Hönnunin á öllum íkonum og merkjum eru bara stílhrein og falleg eins og bílinn sjálfur. Svo er kerfið líka bara þjált og gott og mjög einfalt að finna allt sem maður þarf að finna. Það sem er stórkostlegt við þennan Range Rover líka er að hann kemur með 5 ára verksmiðjuábyrgð sem er galið. Pælið í því. Range Rover með 5 ára verksmiðjuábyrgð. Eins og sést þá kemur þessi Range Rover Sport Plug-in Hybrid með aðfellanlegum krók og getur hann dregið ykkur 3 tonn. Þannig að það ætti að vera auðvelt að draga flest hjólhýsi á þessum bíl. Það er samt að leyfa mér að efast það en almennir Range Rover Sport eigandi sé típan sem að fara nýtt mikið í útilegur með hjólhýsi eftir dragi. Skemmtileg staðreind stærð rafluðu þessa bíls. Hún er nánast í jafn stór og raflaðan sem þú finnur í Fiat 500e. Fiat 500e er 100% rafbíl. Þetta er jú ekki 100% rafbíl en með sömu stærð af rafluðu. Og svo er búið að kópla hana saman við 6-cylindra bensínvél. Ekki bara dregur raflaðan í þessum bíl einhverja 122 km, heldur getur líka hlaðið hann í hraðhleðslu. Þó svo að þessi Range Rover sé jafn hæfur og hver annar Land Cruiser þegar kemur að því að keyra utanvegar, að þá mun hann sennilega finna sitt náttúrulega heimili hér í borgartúninu. Hér verður hann keyrður af lögfræðingum, bankastjórum og alls konar business fólki. Og það er allt í lagi, út af því að lögfræðingar og bankastjórar, þeir verða að fá að komast ferða sinna líka. En til að svara spurningunni sem við spurðum í upphafi þáttar, er þetta besti tengiltvinnbíl sem að framleiddur hefur verið? Stuttasvarið er já. Já, ég held það alveg pottþétt. Ég meina þú situr í Range Rover og það fer ofboðslega vel þig. Hann getur dregið 122 km á rafmagninu einni saman, svo með þessari geggjuðu 6-cylindra bensínvél. Þú ert með aragrúa krafti.